Hæ, þetta er Logi Örn og ég ætla að tala um massa og þyngd. Í fyrsta lagi er massi og þyngd ekki það sama. Massi er tala sem breytist ekki hvort sem þú ert við sjávarmál, upp á Mount Everest eða á tunglinu. Þar á móti er þyngd mælikvarði sem breytist eftir styrk aðdráttaraflsins. Kílógramm er grunneiningin fyrir massa í metrakerfinu. Massi segir okkur til efnismagn hlutar og breytist einungis ef tekið er úr honum efni eða bætt við. Þyngd er mælikvarði á það hversu mikill þyngdarkraftur verkar á hlut. Allir hlutir verka með þyngdarkraft á aðra hluti, en krafturinn fer eftir massa hlutanna. Þar af leiðandi hefur jörðin meira þyngdarafl en ein manneskja. Tunglið hefur minni massa en jörðin og hefur því minni þyngdarkraft. 1 kíló þyngd af efni við sjávarmál er 1 kílógramm massi, en á tunglinu er 1 kílógramm aðeins 0,016 kíló. Þess vegna er massi ákvarðaður við sjávarmál jarðar. Aðallega eru notaðar tvenns konar vogir í vísindalegu og daglegu lífi. Annars vegar vogir sem nota massa eða þyngd til þess að finna út óþekkta massann, eins og þessi skálavog. Hins vegar eru vogir sem nota einhvers konar kraftmælingu, til dæmis gormavog. Það má segja að skálavogir mæla massa, vegna þess að ef þú værir á Júpíter, þar sem þyngdaraflið er meira, myndi það samt toga jafn mikið 1 kíló hérna megin og annað hérna megin. Og þar sem þessi lóð voru ákveðin að vera 1 kílógramm við sjávarmál á jörðinni, vitum við að þetta er líka 1 kílógramm. Það er að segja ef stöngin er lóðrétt. Gormavogir mæla þyngd. Þyngdaraflið dregur í lóð sem hengur í gorminum. Mælt er síðan hversu mikið tognar á gorminum. Það þýðir að ef þyngdaraflið er meira, dregst gormurinn lengra niður og mælingin breytist, sem segir okkur að gormavogir mæla í rauninni þyngdaraflið. Nú ættir þú að vita að massi er stöðugur en þyngd ekki. Takk fyrir að horfa.